Herra, þá eftir viðkynningarnar myndataka af liðunum og viðkynningar. Það formaður kjörfræðinefndar, Birna Lárusdóttir sem kemur með. Við ætlum að byrja þá sem að fengu pítsuverðunin að koma og fá gjafabréfin á okkur. Það er þryggjasta keppnin í hóp 1-3. Krakkar, halda á boltanum. Nú ætlum við að hlusta og fylgjast með. Við ætlum að gefa sigurvegarum sviðið. Sigurgleðin er ósvikinn. Það er myndataka. Lið 4 myndataka. Herru, þá ætlum við að fá þriggjastiga meistarann í hóp 1-3, hópi 4-6 og hópi 7-9. Munið hver vann þriggjastiga keppnina í 1-3 hóp? Hákon, Hilmar og Breiðablik. Koma. Til mér fyrir ekki. Hann fær 15 tóma pítsu með 2 ástjöndum frá Hamraborg og Hamraborg er þykkur stuðningsaðili körfuboltadeildarinnar á vestra. Hamingju, þú býðir hérna. Það myndi taka. Herðu, í hópi 4-6 og þá var það heimamaðurinn Guðmundur Páll. Verðandi næsta byssa hérna á Ísakanum. Hann fær að samanskapi 15 tóma pítsu frá Hamraborg. Og í hópi 7-9, það er líka greinilega, þeim er líka greinilega körfuboltadeildar, það er James Parilla. Þetta eru þriggjastiga, við viljum að fá mynda ykkur strákar. Þriggjastiga kóngarnir í hópunum 3, skulum gefa hann gott klapp. Þá förum við næst í hérna Spin the Wheel verðlaunin. Það var skemmtileg keppni, allir náðu að skora og sigurvegarinn á besta tímanum það var Oddgeir Atlason. Oddgeir Atlason. Ætlar að bjóða með þér í pítsu? Alls ekki. Takk fyrir það. Fimmtán tóma pizza frá Hamraborg við 8. Átti að fá sigurverðina 3 í skuldkeppninni. Það var hann Pétur sem allt getur, það var Auður og Daniel. Komum öll 3. Þau fá líka gjafabréf frá Hamraborg. Við gefum þessu fólki gott lag og fáum myndatöku.
Guttu. Þá ætlum við að fara næst í viðurkenningar í hverjum hópi fyrir sig. Og við ætlum að stoppa alla bolta. Og þar eru duglegasti leikmaðurinn í hópi 1, kemur úr Skallagrími og heitir Díana Björg Guðmundsdóttir. Við ætlum að biðja alla þá sem fá svona viðurkenningu að koma og bíða hérna, til hamingju. Þá það úr hópi 1 áfram, hún kemur úr Vestra, hún fær viðurkenningar til fyrirmyndar og það Matilda Harriet Makella. Algjörlega til fyrirmyndar. Og mestu framfærin í hópi 1, hún kemur líka úr Vestra og það hún Kolbrún María Aðalvandur. Hún sagði áfram Snæfell. Þá förum við hóp 2, það duglegasti leikmaðurinn, hann kemur úr Breiðabliki. Hann gerir lítið fyrir og smelti hérna 8 þriggjastiga rauðar Hákon Hilmir Arnarsson. Þá förum við til fyrirmyndar, hann úr Stjörnunni, hann ekki þjálfari KR í dag, Benedikt Guðmundsson. Mestu framfærir í hópi 2, hann kemur úr Vestra. Við þetta heimi í Bólungavík, heitir Ásmundur Múli Ármannsson. Hann sagði líka áfram Snæfell. Þá förum við hóp 3, duglegasti leikmaðurinn. Hún kemur úr Njarðvík og heitir Agnes Fjóla Georgsdóttir. Þá förum við höndum okkur áfram í hópi 3. Til fyrirmyndar úr Vestra, Katrín Bára, Albertsdóttir. Þá förum við mestu framfærir í hópi 3. Hún kemur úr Njarðvík og heitir Lovísa Bylgja Sverrisdóttir. Þá förum við hóp 4. Dómnefndin á þessu allir þjálfararnir sem í búðunum og bara til þess að ítreka að þetta var alveg gríðarlega erfitt og það mjög jákvætt að það sé erfitt að velja sig. Að það sé ekki bara einhverjir krakkar sem skara alveg. Það er bara gríðarlega flottur hópur og þetta var mjög erfitt. Þannig að við förum í hóp 4, duglegasti leikmaðurinn í hópi 4, kemur úr IR og heitir Erik Gerritsen. Þess má geta að Erik með þau markmið að hann þarf að koma í körfuboltakvöld. Fattu þetta ekki? Þá förum við til fyrirmyndar í hópi 4. Hann kemur úr Skallagrími, heitir Almar Orri Kristinsson.
Þá var hann mestu framfarir í hópi 4. Hann í vestra og heitir Guðmundur Páll Einarsson. 30 stiga skipta. Þá förum við í hóp 5. Hópu 5 var raunveru næst elsti stelpnahópurinn og duglegasti leikmaðurinn í hópi 5. Hún kemur úr Njarðvík og heitir Ásdís Hjálmrós Jóhannsdóttir. Þá höldum við áfram. Það til fyrirmyndar í hópi 5. Hún á stimpilkort í búðunum. Hún er stimplar nokkuð sem oft í það. Hún heitir Karin Lind Helgadóttir. Og mestu framfarir í hópi 5. Hún var yngsta daman í hópnum og kemur úr Þór Þólasöfn. Það er Emma Hrönn Hákonardóttir. Þá færum við okkur í elsta hópinn hjá stelpunum. Duglegasti leikmaðurinn í hópi 6 kemur úr Njarðvík og heitir Helena Rafnsdóttir. Til fyrirmyndar í hópi 6. Hún í Breiðablik og heitir Snædís Birna Árnadóttir. Þá það mestu framfarir í hópi 6. Hún kemur úr vestra og heitir Katla María Sæmundsdóttir. Þá förum við í hóp 7, duglegasti leikmaðurinn í hópi 7. Ég held að hann hafi stúið sér tvívegis í kampinum en hann hætti ekki og hélt áfram. Heitir Óskar Gabriel Guðmundsson í Stjörnunni. Þá var það næstir. Til fyrirmyndar í hópi 7. Það úr Stjörnunni alveg rammörvendur Viktor Páll Jóhannesson. Það var það mestu framfarir í hópi 7. Hann kemur úr Breiðablik og heitir Sigurður Fandal Illugason. Það okkar maður, Sigurður Fandal. Hann úti. Það ákveðna framfarir í því. Við geymum það, geymum vora. Duglegasti leikmaðurinn í hópi 8. Hann kemur líka úr Breiðablik og heitir Arnar Freyr Tandrason.
til fyrirmyndar í hópi 8 og þau hefur sýnt sér gott kemistri í kampinu. Það er úr Snæfelli og þetta er Ísak Örn Baldursson. Og mestu framfarir í hópi 8. Hann leggur mikið á sig til þess að stunda körfubolta og heim í Hólmæ og spilum meistara. Það er Friðrik Heiðar Vignisson. Sigurður Fændar mættur. Hvernig finnst þetta búið að vera með ákveð? Þetta er geggja. Og það er svolítið fyrirmyndir að vera bara út af með þetta? Já. Það er mikið. Menn er léttir. Þá förum við í efsta hópinn. Það er hópinn 9. Er duglegasti leikmaðurinn. Hann snýri sér all illilega hérna en rúlaði upp hérna þriggjastakeppninni og kemur Breiðablik. Þetta er Kristinn Helgi Arnarsson. Til fyrirmyndar í hópi 9 og ég ítreka aftur. Þetta var hræðilega erfitt að velja og margir mjög jákvætt. Gríðarlega flottur kampur og ég myndi segja að levelið á kampinum hafi hækkað mörg getustig og það er alltaf bara sýnir hvað þið eru dugleg og hvað þið hafa mikið stuðning af foreldrum ykkar. Við ættum meira raunar áður fyrir að negra krakkar. Þið ættu vel að það er fullt af fólkinu sem er að taka sér frí og vinnu og annað. Þannig að ég leggur að krakkarnir klappi fyrir foreldrunum til að styðja og koma með þetta. Og við vitum það að ef það er ekki stuð sem verður baki á okkur þá getið þið ekki tekið þátt hérna. Þannig að munið að respekta ef við getum slett það sem er gert fyrir ykkur. Hörru, það er til fyrirmyndar í hópi 9 úr Vestara, Daniel Vale Adeli. Næstu framfarir í hópi 9. Já, hann hefur breyst úr því að vera bara svona strákur í það að vera ungur mann sem getur spila körfubolta. Hann er úr Vestara og heitir Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson. Þá erum við komin að verðlaunum sem að búðastjórnendum og við þjálfararnir erum mjög stolt af og það er hetja búðanna. Það er Körfuboltabúð Vestara 2017, hetja búðanna, viðurkenning fyrir eftirtektan kraft, dugnað og útrætt í körfuboltabúðanna. Mikið rosalega stoltur af öllum, það er Guðmar Sigvaldason.
stórglæsilegt. Og þá fyrir við að velja bestu leikmennina, þess að bestu stelpuna og bestu strákin í búðunum. Og þau fá eins og okkar maður gjafabréf frá Hamraborg upp á pítsu. En þau fara ekki strax á morgun. Þau renni í Hamraborg og taka með heim eða í bílinn hérna. Herru, hún bestu stelpan, hún kemur á Njarðvík og hefur asskoti margt til þess að vera góð körfubolta. En við erum að gera grein fyrir því, þá sem við fá viðurkenningu, eða við erum ekki að fá viðurkenningu, en þá erum við langt frá markmiðunum okkar. Og þetta getur verið eitt af svona markmiðunum á leiðinni, munið. Þannig að besta stelpan í kampinum árið 2017 er Vilborg Jónsdóttir. Þá er það komið að stráknum og hann var sama, gjafabréf frá Hamraborg. Besti strákurinn í körfuboltabúðum Vestara 2017 kemur á Njarðvík og heitir Veigar Páll Alfreðsson. Veigar Páll er svona sannandi dæmi sem búið að tala um í fyrirstrunum. Leikmann sem komst ekki U15 í fyrra. Og hvað gerði hann? Hann er búinn að æfa þetta 20-falt meira en aðrir og er kominn í U16 og er á flotti leið til þess að vera góður körfuboltamaður. En eins og þið öll að það var hann rétt að byrja að æfa. Herru, það er ekki fleiri vikingar. I'm leaving tonight. Ég er að ferma á morgun. Small. I want to thank all the coaches. If the coaches could stand up. I would like to get a picture. Let's give the coaches applause. Great job. It's not easy to wake up 7 o'clock in the morning, be in the gym the whole time, get a half an hour there, an hour here, and then be up to like 1 o'clock, or 1:30, or 2 o'clock preparing, and do that through the whole weekend. Great effort, guys. Great working with you, and I hope to see you in Snæfell. No. Great job, guys. Great job. Á meðan að þau stilla sér upp í myndatöku og foreldrar komu hérna fram og taka myndir líka, en Andrew fær að vera fremstur í rauðinni til að taka almennilega liðsmynd. Ég ætla að biðja krakka að stoppa bolta eitt andartak, rétt á meðan að myndatakan fer fram. Fyrir hönd framkvæmdastjórnar búðanna þá vil ég þakka Inga Þór Steinþórsinni sérstaklega fyrir hans framlag til búðanna. Að vera til í að koma þrátt fyrir að vera mættur í fermingu klukkan 2 á morgun með Elvarsson sinn. Þá var hann til í að vera með okkur hér þessa daga. Klöppum vel fyrir honum. Ég vil sömuleiðis þakka öllum þjálfurunum, coaches, thank you. Ég vil ekki síst þakka ykkur foreldrum sem hafið fylgt börnunum hingað í búðirnar. Ég vil sérstaklega þakka 4 foreldrum sem hafa komið að sem gestir en lagt hönd á prófið að halda þessum búðum gangandi. Það eru Fríða og Sigga Sjöfn og það eru Arnar og Ásmundur Einar sem að sá listina fyrir okkur. Einnig Bylgju Sverrisdóttur fyrir alls konar aðstoð. Þakkum þeim. En sérstaklega vil ég þakka þessum krökkum sem að hafa heilt yfir verið til mikillar fyrirmyndar fyrir
félögin sín og fyrir foreldrana sína og ég held að framtíð íslenskrar körfu sé björt ef við höldum áfram á þessari braut. Takk kærlega, við verðum auðvitað hér aftur í fyrramálið fram á hádegi en þetta eru svona formlega lokbúðana. Góða nótt.